Þá það 7. liður og það Torfunesbryggja, breyting á deiliskipulagi. Og það bæði fulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég í 14. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 18. apríl síðastliðinn. Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands sækir heimild til að leggja fram breytt deiluskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingi felst í stækkun Torfunesbryggju. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu breytingu á deiluskipulagi. Tillagan dagsett 14. febrúar síðastliðinn og unnin af Ómari Ívarsinni hjá Landslagi. Skipulagstillagan var auglýst 28. febrúar til 11. apríl. Engin athugasemd barst en ein umsögn barst frá Minjastofnun Íslands, þar sem ekki gert athugasemd við fyrirhugaða deiluskipulagsbreytingu, en vakin athygli á annarri málsgrein 24. grein laga menningarminjar nr. 80 frá árinu 2012. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og skipulagssviði falið að annast gildistöku hennar, samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Kveður sér engin ljós, þannig að við göngum til atkvæða þessa tillögu. Þeir sem samþykkja tillöguna gjöra svoleiðis rétt upp hönd. Hún samþykkt með 11 atkvæðum.